Já, ég þakka Heiðar Austmann kærlega fyrir það að leyfa mér að opna þáttinn á laginu Fight for You með Jason Derulo. Ég veit ég á ekki að segja þetta, mér finnst þetta lag viðbjóður og vill ekki opna þáttinn á þessu lagi. En það er á seint núna þegar að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957 föstu dagur og ég er með gestastjórnanda og það er rándýr gestastjórnanda þessu sinni. Hann er með sitt comeback í útvarp í fyrsta sinni í 15 ár. Jón Gunnar Geirdal, vertu velkominn. Takk fyrir það kærlega fyrir. Hvað segirðu? 15 ár yfirdrifið, en takk samt. Hvað þú náttúrulega byrjaði með Betri blönduna, eða ekki? Ég kannski byrja ekki með henn, en ég var svona einn af þessum sem var að stýrði Betri blöndunni fyrir hvað er langt síðan? Ég ætlis ekki 15-20 ár síðan. Já, það er orðið svo langt. 95, 6, eitthvað svo leið Ok, ég ætlaði að stríða þér. Þannig ég þurfti að segja 30. Þetta er aðeinslega Margir hlustendur FM voru bara að borða sand þegar ég var í loftinu Takk fyrir kærlega. Við erum með rosalega þátt fyrir ykkur í dag, ég og Jónsi. Við erum með góðan gest og eftir. Það er ekki oft sem við fáum stelpinn í stúdíóið. Núna komið til hún Greta Salome. Skrítið eftirnafn, þetta er svona eins og einhver sígarettutegund. Við ræðum það kannski betur við hann hérna eftir. Greta Salome, en hún er með 2 lög í Eurovision á morgun í úrslita þættinum. Það er líka einhver konur og hljóðfæri. Já, hún spilar á fiðlu. Svo er þetta vist einhver svona crossfit nutcase. Já, frábært. Þannig að það er þetta er svona, ég held að þessi stelpa sé eins ólík mér og hægt er að vera. Já. Ég get ekki spila á hljóðfæri til að bjarga lífið mínu. Sama hér, guðinn almáttugur. Og, veist, crossfit er ekki ég einhvern veginn. Nei, Þú ert þetta ekta svona crossfit nutcase. Já, samt, veist, ég er nógu mental í hausnum, ég bara gera þetta sjálfur, Ég þarf ekki eitthvað geðsjúkling til að öskra á mig, Nei, en ég veit ekki hvað ég sé átt status og ég hefur á Facebook og hefur að hlaupa 10 kilometrina með rigninguna og vindin í faðmi. Já, ég er fínn í því, Ég þarf ekki að vera með 15 öðrum fitabólum að öskra á mig, Ég bara þarf ekki að vera í því, Nei, þetta svo erum líka með Hödda Magg hérna eftir. Ég fekk Hödda Magg til að hjálpa mér aðeins, eins og áður hefur komið fram, að þá er úrslitakvöldi í Eurovision á morgun og síðustu 2 ár þá höfum við Íslendingar verið síðasta nafnið úr hattinum og ég held að gleymið enginni fyrra þegar konan svona, hún fór bara í eitthvað svona titring. Já, taugaáfall bara. Já, þegar hún dróði upp Ísland, hún Greta Gleði sem var falleg stund, en ég bað Hödda Magg svona að sína mig hvernig ætti að lýsa því ef að Ísland væri síðasta þjóðin upp úr hattinum og ég skal lofa ykkur því að það er virkilega áhugavert. Hann tók það svona eins og alvöru fótboltaleik. Og svo erum við með föstudagslagið Sverrir Bergman og Jón Gunnar fekk með óskalaða þessu sinni og það er rándýrt lag, Takk fyrir. Sverrir Bergman syngur hérna á eftir Man in the Mirror sem er, slagari frá einum af mínum uppáhalds, Michael Jackson. Ég er líka búin að ráli í Bergman lengi að taka lag fyrir gamla manni, Já, það er svona flottast finnst með þegar hann nefnir að taka eitthvað svona lög. Bed of Roses, Someone Like You. Mjög flott hann tók líka Valdimar. Já, það var þetta vel gert. Þannig að það er föstudagslagi á sínum stað og svo bara erum við Jón Gunnar hérna í miklum feeling frá 4-6. Ég ætla einmitt að leyfa þér að heyra hérna lag frá Ásdísi Rán og vinkonunnar Ósk Norðfjörð eftir og ræða við af því að þú er unni á senu og verið mikið í kringum tónlist og plötur. Já. Fá þitt álit á því allt saman Laka til. Á öllu saman og svo erum við með hérna slúður á sínum stað. Þannig að eins og ég segi, þétt setinn föstudagsþáttur og mikið partí. Við ætlum að byrja þetta á Dikta með Cycles. Lag hjá hljómsveitinni Dikta eða Diktu með lagið Cycles. Þó þetta sé ekki partí, þá er þetta virkilega flott lag. Vonast við allir komnir í föstudagsfílingin. Er föstudagsfílingur þér, Jónsi? Já. Það er bara svona, nokkuð góður. Átaka á því um helgina eða? Nei, ég er faðir ársins þessa helgi. Það er rólegheit bara. Það er rólegheit bara, sinna börnum og slökun, Kósí með Geirdöllum bara. Kósí með Geirdöllum. Kikki bíó og svona, Já, það er svo náttúrulega svaðalegu leikur á morgun, Manchester United Liverpool. Já, ég er pínu skeit með plani, Ég er kallar maður með plani, Já. Ég bóka í leikhús á morgun og búinn að tilkynna börnum og ég get ekki bakka út af því, þannig að það er akkurat þegar leikurinn er. Leikhús klukkan 1 eða? Leikhús klukkan 1, Já, ok. Þannig ég verð bara í símónu bara að tjekka á netinu. Skynsamleg tímasending. Já, mjög. En herðu, það er komið að slúðrinu og ég ætla að byrja slúðið pakka dagsins á einu heitasta parinu í Hollywood. Það er dræfstjarnan Ryan Gosling og unnusta hans leikonan Eva Mendes. En þau eru stödd í Bangkok í Tælandi þessa dagana þar sem að Ryan Gosling er að taka upp nýja mynd sem heitir Only God Forgives. En það er mikið talað um það núna í Hollywood að þau getur verið að fara að trúlofa sig á, að trúlofin sé á næsta leiti og að þetta samband, að það sé komin mikil alvara í sambandi. Það byrja bara sem létt aður og hafi bara fyrst verið svona friends with benefits eins og stendur hérna. En í dag sé þetta orðið mjög, hot and heavy og það steyttist bara í trúlofins. Stendur það að það hafi verið friends with benefits, hvað?
Setti Mendes það bara á Facebooki Þetta var vist eitthvað svona... að vaða í Gosling Já, þetta var eitthvað svona voða feimni fyrst með þetta en svo þetta núna bara stefni trúlun. Ég held að sé reyndar eitt með þetta par, Ryan Gosling og Eva Mendes. Ég held að þau séu svona 1-2 sem eiga séns í hvort annað. Já. Þannig ég held að þau hegi bara mjög vel saman. Hann svo grjótharður, bæði frábær í drag sko. Alveg með þetta sko. Og hún alltaf hún afskaplega glæsileg. Já, við hittum einmitt Eva Mendes, ég Sveppi og Pétur einu sinni hérna í Strákunum. Og það var svona, þetta var eins og að horfa á vaxmynd einhvern veginn. Þetta var bara ómikið. Já, og Gosling bara í þessu. Já, en það líka, veist, ef þú væri til dæmis ekki Ryan Gosling og væri með Eva Mendes, það væri ég stressaður allar sólarhringinn. Alltaf vesen sko. Já, ég myndi eiginlega ekkert sofa, ég myndi bara, hvar varstu? Já, menn þú ert paranoid með Kæru og hérna sko. Þú ert með Mendes, það er að arka bara með hann í bæ og... Bara, herra, já, ég að fara á einhverja tískusýningu í New York, þegju, verður þetta heima með mér, þú ert ekki að fara neitt. Maður væri alltaf einhvern veginn svona... Takk upp mitt með Pitt. Nei, þú gerir það ekki. Þannig ég held að maður gæti ekki átt svona kærustu, nema maður héti einmitt Ryan Gosling. Já. Og þá held ég þetta sé alveg 50-50. Ég líka fíla að ég vera friends with benefits með Eva Mendes. Það ljónhart. Það örugglega margt leiðilegra. Takk. Herru, talandi fallegt fólk, Jennifer Aniston, hún var nú í einhverju viðtölu daginn, hún reyndar alltaf í einhverju fórsíðu viðtölum. Ég var nú staddur út í Bandaríkjunum daginn, ég sá hana framan á 3 blöðum held ég. Þannig að hún gríðarlega vinsæl núti, en hún að tala núna það sem hún kallar Brad Pitt drauginn og segir að hún muni sennilega aldrei losna við það að vera spurð út í Brad Pitt og Angelina Jolie meðan að þau eru ennþá saman. Þetta sé eitthvað sem hún búin að sætta sig við og þetta selji blöð, en hún vill taka það fram að það sé ekki til þessu að hún óski allsins besta og það sé no grudge. Ég meina Jolie og Pitt eiga 20 börn. Já. Og hún var með Pitt fyrir 15 árum eitthvað. Hvað ég, Já, það reyndar svona 10 ár síðan. Allavega 10 það ekki. Spáðu hvað þetta leiðilegt. Það bara, hún bara ennþá okkur forsvið með Jolie, bara ennþá Jolie Aniston eitthvað vesen. Hún hatar hana. Hún með Justin Theroux sem bæði mjög flottu gaur sko. Já. Og hverjum ekki saman hún hafi verið með Pitt fyrir þessum 10-12 árum eða hvað sko? Já, ekki kanónum því að þessi blöð virðast seljast og hún skilur þetta, segir hún. Þetta hlýtur að vera hrikalega pirrandi, alltaf vera að tala. En hvernig ætlar Aniston að gera eitthvað sann sko? Hún er bara ennþá Rachel í Friends sko. Já, hún er ekki leikið í neitt mynd núna på síkasti. Nei. Ekki neitt svona alveg. Jú, hún lék hérna á mótunum eitthvað Bounty Hunter eða eitthvað. Já, móti hérna Gerard Butler. Já, hún var ekki góð maður. Nei, var slökk. Herðu, svo það síðasta slúðrið, það af honum Macaulay Culkin sem að má nú muna sem fífilferði. Hann 31 árs þessi leikari og blaðafulltrúi hans var að koma núna með þá yfirlýsingum að sé allt í lagi með hann eftir að ég bæði Entertainment Tonight og E.T. Online hafi byrt fréttur það að hann líti hræðil út, hann vist búin að léttast 14 kíló og snjóhvítu greiði drengurinn og blaðafulltrúi hans var að koma núna bara fram og segja að það allt í lagi með hann. Hvað Macaulay Culkin að gera með blaðafulltrúi? Hann líti Home Alone 91. Hann náttúrulega ennþá alveg mjög frægur. Ég sá einmitt viðtalið daginn þar sem hann var spurður, mér finnst það mjög áhugaverð spurning. Hann var spurður hvort hann fengi ráð í dag, hvort hann hefði leikið Home Alone, hvort hann hefði þegið það. Hann sagði nei. Hann sagði nei? Já, hann vildi meina að þetta bæði basically eyðilagt hans líf og foreldra hans. Ég held að sé ekki djóka að lenda í þessari barnastjórn í Bandaríkjunum sko. Skelfilegt sko. Og sér, þú veist, á Íslandi var þetta kannski Ruth Reginald svona eina kannski dæmið sem eitthvað svona barnastjórna sem að Ég bara ennþá díla það svolítið bröft. Svala, þú veist, ég grafi upp einhverjum jólavídeó og syngja með hérna pappa gamla okkar sko. Já. En þú veist, Macaulay Culkin bara í Home Alone vinsasta mynd bara í heim á sínum tíma sko. Já, hann var bara hjút sko. En hann búin að missa 14 kíló, ekki var hann nú feitu fyrr. Nei. Þannig að það svona orðin nett grannur held ég greiðist rákurinn. Home Alone gæna hverfa. Já. Þannig að þá vitið það fínasti slúðurpakk í dag. Talandi barnastjörnur, hver einhver alvöru barnastjörn á Íslandi í dag? Jóhanna Guðrún. Já, hún náttúrulega var það síðast. Já. Hún náttúrulega orðin sko 20 í dag eða eitthvað sko. Já, það rétt. Megastar, Róla Jóngunar. Þó þú situr orðin 50 Jóngunar og það var ekki barnleikur. En þetta var eins og ég sagði slúðurpakki dagsins. Hér rétt handa á horni góður gestur. Við erum með föstudagslægið og Höddi Max sýnir okkur hvernig á að kynna síðasta dráttin ef Ísland væri síðasti fáninn í hattinn.
Virkilega flott lag hérna frá Florence and the Machine, No Light, No Light. Þetta svona föstudags feelingur. Við erum í, góðum feeling hérna í Jónsi í FN9 fyrir blöð. Verðum hérna frá 4 til 6 eins og alla virkadaga. Og Jónsi, við Hjöppi vorum að ræða hérna í gær í svona íslensku slúðri að Ásdís Rán og Ósk Norðfjörð eru að fara að gefa út nýtt lag. Og það er vist beðið eftir því með mikill eftirvæntingu í Búlgaríu. Já. Og ég fór eitthvað að ræða að ég hefði aldrei heyrt hitt lagið þeirra. Ok. Það heitir sem sagt, það lag heitir All She Needs Is Love. Já. Svo var mér nú bara bent á það að það væri nú komið með 40.000 views á YouTube. Þannig að ég þarf eiginlega svolítið að geta það á honum. Og ég er einmitt með lagið hérna. Ég ætla nú bara aðeins að leyfa þér og hlustendum að heyra. Þetta er sem sagt, það er kallað sér Blondies og þetta er lagið sem það gaf út síðast. Þetta er hérna. Þetta er svona elektró. Já. Það er svona aðeins búið autotuna. Það er eitthvað beat í þessu. Nýja lagið er að heitir Temptations og það eru vist að gera vídeo líka sem á að vera voða svona eggjandi vídeo. Já, það er opnað í nýjasta síðu hér þar sem er að skjóta þetta myndband sko. Já, rándýrt vídeo. Og búlgarir bíða spenntir. Já, það er ætla þetta að sé 40.000 views komið aðalega frá Búlgaríu kannski. Já, en þú veist, það er að vakja athygli og erlendur grundi fyrir tónlistarhæfingu sína. Er Búlgari í alvörun að bíða það? Ég veit það ekki. Hvernig finnst þér þetta lag? Ég geti þetta ekki sko. Hæ? Ég geti þetta ekki. Þú ert ekki að fíla þetta? Nei, þetta nær mér ekki sko. Nei. Ég Þetta er kannski ekki fyrir alla. Nei, bara, ég tala fyrir sjálfum sko. Ég veit að ég er ekki að fara í músík sko. Nei. Ég bara veit það sko. Ég er 37 ára, ég var alveg gaman að blasta, ég er á leiðinni í vinnuna og blasta einhverju góðu lagi, Florence eða þessu eða hinu sko. En bara, ég ætla ekki að fara í þetta sko. Ég geði mér allan peningi heimi og mér tekst ekki búið til gott lag sko. Þannig að ég bara, hvort sem að Búlgaría sé býðið ekki, ég býð minna sko. Já, þetta er kannski er þetta bara eitthvað flippi og það er að leika sér og hafa gaman að þessu. Já, ég hefði gaman að því sko. Já. Ef þetta er flipp og gaman, það er skemmtilegt sko. Já. En ef maður fer að taka þetta, ég veit ekki. Þetta er svona, fyrst að það verður 2 lög komin, þá getur þetta enda í plötu á stólkólum. Já, ég held að það getur dottið plata og svo ég bara gig með spokk á gaugnum og eitthvað svona. En það er þetta að vera gaman, sko, ég væri til að hringja, ég ætla að finna einhver góðan stað í Búlgaríu hérna og ég ætla að hringja þangað. Hvað er það að finna góðan stað í Búlgaríu til að hringi? Ég veit ekki, bara að skrifa hérna á Google, good shit place in Bulgaria. Do you know Blondies? Já, ég var til að spyrja út í Ásdísi Rán hann í Búlgaríu. Fáum eitt lag, svo steytist líka góðan gest. Hlustum hérna hans á Princess of China, menn ég finn númer okkur í Búlgaríu og ég ætla að spyrja hvort að fólki þarna þekki Ásdísi Rán og Ósk Norðfjörð. of China með Coldplay og Rihanna. Hún er merkilegt með hennar Rihanna. Hún er nánast í hverju einasta lagi sem við spilum hérna FM í dag. Já, æðisleg. Já, ríkalega góður tónlistamæður. En herri, ég ætla að ringja hérna hótel í Búlgaríu og aðtúa hérna með vinsældir Ásdísar Rán. Hvort þið kannist við The Blondies? Já. Hvort að Búlgari séu bara núna í bílunum sinum að bíða spenntir að það geta blastað Temptations með The Blondies. Ég veit ekki. Ég er efins. Já, það er líka sko, ef það er mekkað út í Búlgaríu, er Ósk Norðfjörð að fara með öll börnin? Nei. Það er bara dýrasta flug efer. Já, hún á 6 börn til Búlgaríu og Kæró með og allt og ekki séns. Nema bara Búlgaría, kannski þetta hótel sponsið verið yfir eða eitthvað. Já, tekum á sérna. Sem væri skemmtilegt. Yes, hello. Is this a hotel in Bulgaria? No, this is Prostitutes. Okay, in Bulgaria. Da. Yes. I was wondering, my name is Ötti. Do you know a musician and a model called... Just a second, please. Hvað segir Just a... Halló? Hún er að ná einhvern sem talar ensku í Búlgaríu. Prostitutes. Hello? Hello. Hello, yes. How are you doing? Hello, yes, I'm okay. Yes. How can I help you? Nice. I was wondering, my name is Ötti. Do you know a musician and a model called Ásdís Rán?
I'm sorry, but we are a travel agency and I'm at the end of my work day. Please tell me if I can help you with some hotel accommodation or something like that. Yes. If not... I'm gonna I was thinking of traveling. Okay. Yeah, to Bulgaria. Okay. And I was wondering if there's a model and a singer there called Ásdís Rán. Do you know where in Bulgaria she is? I don't know. She plays at a lot of places. So you know what? Please send me an email. And, okay, so you know this name, Ásdís Rán? Yes. Do you know where she's from? I think Israeli, but I'm not sure. I think she's from Israeli? Israeli? No, close. Oh, I don't know. I know the name, but I don't know. Okay, so she is a famous model there in Bulgaria. A famous? Yeah, a famous model, isn't she? Ásdís Rán. Ice Queen? The Ice Queen. She has a song like "All She Needs Is Love." I don't hear you. Please speak up, or I don't know. Okay, I'm right here. You hear me now? Hello. Hi. Hello. Hi. Okay. Okay. Já, það er svo fersk. Það er mjög Hún fersk. skellti bara á. En hún kannast Ásdís Rán. Já, en samt hún sagði hún var að spila út allt. Var hún ekki bara að reyna að dobla mig til Búlgaríu? Jú, Ásdís Rán og hérna líka frá Ísrael. Það nú langt í frá. Ja, samt Ísland, Ísrael. Já, reyndar. Já, hvað hérna... En þegar Búlgari ekki, veist, þeir eru alveg rólegir, sko. Já, það er líka svo fyndið alltaf þegar maður tala við svona fólk í Búlgaríu, alltaf svo sé drukkið. Já. Tekið það svona? Já, jú, það er svona búið á sér. Já, svo rússin, sko. Svona svo pappi á 7. glasi. Takk. Herðu, við ætlum að fá auglýsingar, svo styttist í gest þáttarinn sem er hún Greta Salome sem á 2 lög í úrslitum Eurovision. Sverrir Bergman með föstudagsslagið, það er Man in the Mirror. Höddi Magg með hvernig á að draga Ísland upp úr hattinum í Eurovision og fleira. Tilboð á stöðunni, tilboð í dekk, smurningu og fleira. Þetta er allt í Orku-appinu. Orkan. 1 SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Burn kynnir DJ Slim, heitasti plötusnúður Dubai, verður á Pósthúsbarnum Akureyri, föstudaginn 10. febrúar. Burn kveikir í þér. Allra síðustu dagar útsölunar. Gallabuxur frá 1990 til 4.990 og úlpur á 4.9. Herra Hafnarfjörður. Freyjum Þorran með milljónum. Nú stefnir potturinn í 28 milljónir. Leyfðu þér smá lottó. FM 95 Blö er í boði. For Party Rockin' en hingað til okkar Jóns er komin góðu gestur. Það er ekki oft sem við fáum kvenmann hérna í þetta punga atkværu okkar því miður en sem betur fyrir mættur eitt slíku núna. Þetta er hún Greta Salome, verður velkomin. Herðu, maður sjá, nú heyrist ekki í mækniðinum. Ég þarf að, nú byrjar ég sem tæknimaður, það er alveg skelfilegt sko. Þú hlýtur á þetta hreinu. Já, ég þarf að hækka þetta hérna, maður sjá. Tækni undrið Auðun Blöndal. Já, maður sjá að prófa að tala núna. Já, halló. Hanna, Kosti. Komið sæli. Búin að bjarga þessu. Herri, já, verður velkomin. Takk fyrir. Herðu, þú ert með 2 lög á morgun. Já. Og ert að mörgum, talin sú sem að hendi Herberti Guðmundsson út. Já, við erum á því. Já, hefur ekkert fengið neinn svona hótunabrif eftir það? Ég er þetta fyrsta skipti. Já, ok, við vorum miklir aðdáðandur Herberts hérna, sko. Kannski erum við bara aðeins og væstir aðdáðandur Herberts. Nei, veistu, ég er það líka. Já, hann er hrikalega gott lag núna. Hann er mjög gott. Hver er ekki aðdáðandur Herberts Guðmundsson? Það er ekki hægt að fíla hann ekki. Nei. En hvort svona, byrju, þú ert bæði með Jónsa og svo ertu líka með stelpunum þarna, ekki? Ég er með Jónsa, jú, en ég mun ekki syngja með stelpunum hins vegar á morgun. Ég aldrei sleppi mér. Nú, akkur? Hér er tilkynning. Já, nei, þetta er smá old news. Ok, þannig að ljúga þetta að koma fyrst hér? Nei, ég er sem sagt, ég ákvað að einbeita mig bara einu. Já. Af því að það er náttúrulega hörku vinna að vera bæði lagahöfundur og flýtandi. Já. Maður er svolítið svona allt í öllu og þetta er, eins og ég segi, þetta er þrjusu vinna, þannig ég ákvað bara að einbeita mér að einu. Já. Og vera ekki að skipta fókusnum niður á 2 lög. Þannig að þú ert til að veðja á Jónsalagi, svo segja okkur. Ég myndi kannski ekki segja veðja á það, en það var svona auðveldari kannski að fara úr tríónu heldur en að skilja Jónsi eftir einan í dúett. Já. Ekki það, Jónsi geti púlað eitt dúett, hann er svo ofur ykkur. Já, hann myndi gera það alveg. En hvað, er þeir alveg sama hvort lagi myndi fara áfram?
Nei, hún búin að velja Jónsalagi. Hún bara eftir ekkert Jónsalagi fara áfram. Ég held að það reyndar alveg sama hvað lag fyrir áfram á morgun. Þetta allt frábær lög. Hættu þessu. Get svona. Hún í CrossFit, þetta keppnismannskja. Já, þú ert ekki Kastljósi núna, segðu okkur bara, þú veist. Hún þolir ekki Magna, hún hendi Herbert út. Já, hata kallmenn. Já, hún í CrossFit, sko. Jarðaðan að punga þátt. Það ekkert annað. Ég er að læra ýmislegt. Þetta ekki ólympíuleikarnir, sko. Þetta ekki gaman að vera með. Þetta Eurovision. Ég allavega ákvað að syngja í mynd eftir mér. Já. Og það var náttúrulega, maður tekur náttúrulega bara afstöðu, þarf að standa með henni að sjálfsögðu. Nákvæmlega. Var Heiða brjáluð? Nei, þær voru ekki brjálæðar. Þetta þið náttúrulega bara meiri spott fyrir það. Ég vil hjá svona uppgjör í þessum tókakjólum. Bara svona uppgjör, brjálar á æfingu, Greta rauk út, allt svona crazy. Ég er með það. Ákvæmlega á nólu. Þetta er sem hún segir, þetta er betra fyrir þær. Nú fá þær bara, veist, spotlightið, þær 3 ár og... Og ef einhverjar tvær geta borið þetta lag uppi, þá er það Heiða og Guðrún Árný. Það er ekki aðeins sungið. Guðrún Árný, já, með þetta uppáhalds Eurovision-lagið mitt sem ekki farið áfram. Það var Andvaka. Hrikalega flott lag. Já, það var sem er geggjalag. Hún kom til okkar í Strákana og spilaði það. Hún kann alveg að syngja svo. Hún kann að syngja. Já. En svona Frostrósa-fílingur í þessu lagi líka svo. Í Skvísunur, já, takk fyrir það. Þú ert ekki til Frostrósum með það? Ég er ekki Frostrósum, nei. Nei, menn þú ert spilandi á fiðlum allan bæðið, ekki? Jú. Hvernig gengur það? Varst að gigga á þann, eða varst að segja það? Já, ég er bara búin að vera náttúrulega á æfingum fyrir... En maður að gigga með fiðlum? Já, þetta kallast kannski ekki að gigga, sorry. Jú, ég giggast allan daginn. Það er bara þannig. Nei, ég náttúrulega er á æfingum núna upp í Hörpu og niður í Rúf, bara nánast stanslaust og náttúrulega hitta báða hópana mína, þannig ég er svona á þeytingi, myndi ég segja. Við höfum að ræða á hvað konur og hljóðfæri getur heillandi, sko. Já. Sérstaklega klassíski hljóðfærileikar, sko. Nákvæmlega. Ég er veikur fyrir konur með selló, veit ég hvað það er? Já, ég er ekkert endilega veikur fyrir konur með rafmagnsgítar og allt í... Nei, ég er kannski minna í því, sko. Svona Courtney Love í hól eitthvað. Já, getur þetta verið grjótar, sko. Það er eitthvað við klassíska hljóðfærileikar, ég veit það ekki. Já, þetta er eitthvað sem þú getur rætt þannig hérna off fyrir. Við förum yfir þetta eftir. Hvað svo ertu líka full í bootcamp? Já. Ertu svona, það er keppnis að þú ert svona ofverð, þú og Jóns eru flott saman, það er ekki bara fínt par. Það er svona að sé ekki dauð stund. Vá. Það er náttúrulega, við erum bæði með alveg rosalega keppniskap. Það er alveg, við erum það, en það er samt svolítið skemmtilegt með þessa keppni og hefur komið mér svolítið vel óvart, er bara að hvað allt í kringum þessa keppni verður svo mikið einmitt bara eins og gigg. Þú veist, maður er að koma fram og það eina sem kemst að er náttúrulega bara að skila laginu og skila efninu sínu og hitt svolítið bara svona, þú veist, leysa sig sjálf. Þannig náttúrulega að þjóðin fara að velja á móti dómnefnd, þannig að þetta... Já, mér finnst það enda pínu steikt. Okkur færi ekki bara þjóðin að velja þetta? Sammála. Nei, veistu það, Með fullri vinningu fyrir það, þá væru við bara með 1 lag þarna. Heppi náttúrulega hefði að sjálfsögðu átt að hvernig gegn. Heppi var alveg með fyrstöki, sko. Hver er þessari dómnefnd? Það má ekki segja, hver er dómnefnd? Nei, sko, ég reyndi að vera að segja, ég er rosalega ánægð með þessa dómnefnd vegna þess að við náttúrulega erum að taka þátt í söngvakeppni sjónvarpsins og sjónvarpið náttúrulega stendur fyrir RÚV sem er allra landsmanna, ekki satt? Og til þess að þessi keppni sé svona á jafnréttis grundvelli, þá verður hver sem er að geta átt séns, hvort sem hann er frá Kópaskeri eða búin að taka Herbert Guðmundsson keppnismannskjan Greta, hún er svo Sameinuðu þjóðan núna, sko. Það er rosalega. Hún er alveg með þetta daginn fyrir Eurovision. Það var svona diplót, ekki fara að rífa kjaft hjá blöð. Nei, mér finnst þetta frábært hjá RÚV að hafa dómnefndina. Þetta tryggir það að það getur hver sem er komið og það er náttúrulega að hafa verið höfundar í þessari keppni sem hafa aldrei gert neitt í tónlist sem að koma bara með 1 þrjusugott lag og hafa þá jafn góðan séns og allir hinnir vegna þess að kannski getur ekki að smala og eitthvað sem er valið punktur, ég viðkynni það. Já, ég er pínu saman því, sko. Við erum bara pínu sárir að því að Heppi fór ekki áfram, sko. Nú hefur þú mikið vita tónlist og lifir og hrærir í tónlist. Hvernig finnst þér þetta hérna lag? Nú reynir á diplóðið. Hvernig þetta vilja þetta? Þetta byrja vel. Þetta hljómar bara svo gott mainstream poplag. Já, þú ert að fíla þetta? Þetta eru stelpunar í Blondies, Ásdís Rán og Ósk Norðfjörð sem er einmitt að fara að gefa út nýtt lag núna sem heitir, og Búlgaría býður. Ekki lígu séu þeir. Já, nýja lag heitir Temptations. En herðu, ég ætla að taka í hraðaspurningar hérna eftir smástund. Við ætlum fyrst að fá Take Care með Drake sem er, eitt flottasta lag á stöðunni. Uppáhaldslagið mitt. Já, þetta er alvöru.
Hér með Drake og Rihanna, hún situr hérna hjá okkur, hún Greta Salome sem gestu þáttanins í dag og meira þess að þótt ótrúlegt með virðast þá var það 2 dagar í röð, þá var það kona sem gestur í FM 95 Blöð því að það er mjög erfitt og til dæmis eins og í dag með fullri vinningu fyrir Jónsa að þá voru 9 konur sem ég hringdi til að biðja mig að stjórna þættinum með mér í dag. Já. En komst ekki næm, það er oft bara erfitt að fá konur í... Hvað segir það um mig? Hann hringdi í 9 konur, hann hringdi bara í allar konur, hann byrjaði bara í A í símaskráni, svo hringdi hann í gamla Geirdal bara, jú, hörru kottu, hann talaði með fyrir klukktíma síðan, sko. Það kemst ekki kona. en þetta virðist verið eitthvað svona feimni eða eitthvað, ég veit ekki. Nú það? Já, þú varst ekkert, sko. En þú komst núna, þú varst ekki á æfingu, þannig að þú gæst að vera með okkur í... Nei, ég átti hennar laust slott. Já, hálftíma. Laust slott fyrir strákana, það er gott. Herði, ég ætla að spyrja þig hérna áður við förum í hraðaspurningar. Hvað ertu að, þetta crossfit, hvað ertu að æfa oft? Ertu svona einhverjum anni mist hugleiðingum með það? Nei, ég skal reyndar fúslega viðurkenna það að crossfiti hefur svolítið sittið á hakanum síðasta mánuðin. Já, ok. En af kannski, já, það virðast samt allir sem fara í þetta verða bara svona húgt á þessu. Það er bara að fína svo brennivín eða eitthvað. Þetta er svolítið fíknefni, sko. En ég held að við crossfit, það sem heldur fólk í því er það að þetta er svo persónulegt sport. Þú ert alltaf að keppast við þína tíma, þú ert alltaf að keppast við þínar þyngdir. Þannig að þetta er svolítið svona, þið finnst þú vera að stunda íþrótt, þú ert ekki í ræktinni. Svo líka bara nærið árangur, sko, þess vegna kannski nennir fólk líka að vera í þessu. Þú sér alltaf svart og hvítu hvert þú ert að fara, sko. Pínu kostu verið tapsóra mannsand, þú tapar bara verið sjálfur. Þú er fín í þessu. Já, við vannum. Þú ert ekki tapsóra, látt ekki svona. Nei, svona smá skap í mér. Herru, það er komið að hraðaspurningum og reglur eru þannig að þú hreinsar bara hugan og segir bara fyrsta sem þið dettur í hug, þannig að þú getur hvorki svara rétt né vitlaust, skilurðu. Þannig að þetta er ekkert eitthvað svona, þú mátt ekki hugsa, heldur bara segja búmm. Ertu tilbúin? Þá byrjum við. Besta bíómynd allra tíma? Við fórum þetta. Uppáhalds hljómsveit? The Killers. Uppáhalds lið í ensku? Arsenal. Hvað kveikir í þér? Hvað segirðu? Hvað kveikir í þér? Eldur. Hefurðu lamið eitthvað? Já. Hvað varstu gömul þar að meita? Æ, getið þið ekki uppáhalds leikari? Svartsenegger. Fyndnasti maður í heimi? Það myndi vera pabbi minn. Hvað drekkur á djamminu? Herri, ég drekk ekki. Svörtum fötum eða móti sól? Svörtum fötum að sjálfsögðu. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Ég myndi bara lúlla hliðina á vaffanum mínum. Þannig að þú myndir taka hund. Hefurðu farið í ljós? Já. Oft? Já. Hvernig fórstu síðast? Herri, fyrir 2 árum. Ok, myndir þú leika í klámynd fyrir 200 milljónir? Nei, ekki sens. En fyrir 500? Nei. En ef Jón Gunnar væri mótleikari? Nipp. Ertu með mörg pók á Facebook? Það eru nokkur. Er mikið reynt við? Stundum. Já, hvað tekur í bekk? Ég tek tæplega 60 kíló. Tæplega 60 kíló. Uppáhaldsmyndið með Steven Seagal? Ég veit ekki hvað það er. Veistu ekki hvað Steven Seagal er? Svalasti leikari Hollywood. Rólegur. Kannast ekki við setningar eins og Nobody Beats Me in the Kitchen og fleiri? Uppáhaldsmyndið með honum er svo mynd sem hann sagði þetta í. Under Siege 2, ok. Fallegasti maður fyrir utan maka? Hvað heitir eftir? Jón Gunnar. Já. Og hefur þú farið í sleik nýlega? Já, alltaf. Já, glæsilegt, skemmtileg spurning hérna í lokin, Sveppi hatar alla. Og hvernig að spurja fólk hvort það fyrir sleik nýlega? En við förum aðeins yfir þetta. Þú svaraði snögglega að þú hefur farið í slagsmál eða þú lamið eitthvað. Lamið eitthvað? Ef ég hugsa svona tilbaka, ég og systur mín höfum danglað í hverja aðra all nokkru sinnum, en yfirleitt í góðu. Ok, svona, það er bara systir. En þú samt lamið hana? Nei, ég myndi ekki segja lemja, ég myndi ekki segja það. Ok, þú drekkur ekki? Nei. Aldrei drukkið það? Ég hef alveg smakað áfengi, jú, en það hefur bara einhvern veginn aldrei hendað mér. Þetta var ekkert eitthvað svafst hjá frændaðinum og heldur, sko. Þetta var ekkert þú svafst hjá frændaðinum og fegst bönnur og hættir? Það var meira svona, þetta var of lítið til þess að nenna í. Ok, það er líka fínt. Eitthvað sem þið í samverðið þá? Hvað? Bara þetta hendar ekki? Uppáhaldsleikar, Arnold Schwarzenegger? Nei, já, ok. Ég fíla það. Það er gott svar. Já, Last Action Hero. Þú myndir sofa í hundi, fórum betur við það. Þú myndir ekki leika í klámynd fyrir 500 milljónir með mér. Ekki 500 milljónir með mér. Ég veit ekki. 9 konur, ég er hér og ekki klámynd fyrir 500 milljónir. Nei, ég get sagt, sko, Jón Gunnar, þú myndir taka klámynd fyrir 500 milljónir. Já, örugglega. Já, þú myndir gera það fyrir kippu og fleig. Nei, Herðu, svo tekur 60 kíló í bekk. Já, tefnilega. Já, og þetta Ég veit ekki hvað það, ég tek ekki 60 kíló í bekk, sko. Jó, 60 kíló í bekk.
En veist ekki hvað Steven Seagal er? Gaurinn þetta með taglið svarta action-hetjan? Ég er svo léleg í þessu. Ég bara... Horfir ekkert mikið á bíómyndir? En þú skalt ekki ímynda það að allir viti hvað Steven Seagal er. Það er bara þetta Auðun Blöndal með eitthvað blæti fyrir þessum gæja, sko. Já, ok. Ég er þetta að fíla Steven Seagal, sko. Nei, veistu, ég ger margar tilraunir til þess að horfa á heila bíómynd. Ég hef ekki, Eru þið kærastan bara í uppbýfingum á kvöldina? Hvað þið að gera? Nei, veistu, ef við horfum á bíómynd, þá er það yfirleitt í svona 10 sköndum, sko. Það er Já, ég held að ég sé eins ólíku þér og hægt er að vera. Já, ég get svarað. Ég drekk mikið, horf mikið á bíómyndum. Getur alltaf hort á fiðlu. Þið er ekki crossfit og kann ekki að syngja. Já, það er bara, þið er algjör bara á undunum með, algjörsvöld. Algjör anstæð, en Greta, það er búið hrikalega gaman að fá þig heim. Takk fyrir það, gaman að vera. Ósku allsins besta á morgun. Takk. Og bara... Hvað segir maður? Breyka leg bara? Breyka leg. Herru, Greta Salome, hún er með 2 lög á morgun við... Og vill að Jónsalagi vinni. Já, hún stuður Jónsalagi meira en það ætlar hún að vera með honum í laginu. Hér rétt handa á hotni er föstudagslagið með Sverrir Bergman og það er rándýrt að þessu sinni. Lagið hefur heyrst oftar en einu sinni oftar en tvisar í þessum þætti. Jay-Z og Kanye West með, Why I Love You. Þeir eru bara ósvalir. Já, þeir eru alveg með þetta. Ég væri stundu til að vera þeir. Spæði hvað þetta er ógeðslega gaman. Bara eins og, veist, þau voru á Victoria's Secret syngja þar í síðast ári og... Ég tárast bara í því sjó, sko. Bara vera með besta vininum að ferðast allan heiminn að syngja og... Nei, að syngja í Victoria's Secret tísungunni. Bita hans. Já, ég get tekið það með svo sem. Hvað er borgað? Hérna, en hefðu, það er nóg að vera hérna hjá okkur Jónsa. Hún er nýfarin hérna, hún Greta og, nú er komið að öðrum tónlistamanni. Eins og alltaf á föstudögum þá tekur Sverrir Bergman föstudagslagið en Svessi er núna stattur í Danmörku þannig að hann er nú ekki hérna í stúdíónu en hann tók upp lagið áður en hann fór út en ég ætla að ringja bara hérna í kauða, heyra hans í honum og ég held að það sé lagið Man in the Mirror sem við Michael Jackson. Já. Sverrir. Já. Sæll og blessaður út í beinni útsendinguna hjá FM 95 Blöð. Já, blessaður. Hvað segir kallinn? Hæ Sverrir. Hæ. Jóns er þetta með mér, Jón Gunnar? Já, ég er búin að stjóðlega ekki hérna. Nó, ertu að hlusta? Já, þetta. Vel gert, hvernig er stemmingin í Köpen? Það er bara fín stemming, sko. Já? Skítkallt og góða fílingur. Hvað ertu að gera í Köpen? Ég er að syngja á Þorrablóti hjá Íslendingafélaginu. Röddin í Danmörku. Er það í kvöld eða morgun? Það er annað kvöld. Annað kvöld, ok. Og hvað var tekið á því í gær? Já, það er skítur okkur barir, strikið tekið fyrir. Kíkt út á lífið? Já. En þú vilt ekki að fá þér? Nei, ég er lítið í því, sko. Já, ég veit það. Ertu komið með en danske píi? Nei. Er það trilltar í röddina dansku skvísunar eða? Já, ég get ekki sagt það þetta er... Nei, varst ekki en nú ertu sköllóttur og skeggjaður og allt. Nei. Púlar það ekki heldur eða? Varst ekki að fann einn aðtegli þetta í gær? Jú, þetta var mjög gaman, sko. Veist, þú ferð á lífi hérna, dansaði við alla konur í heimi, svo ferð til Danmörkur og er bara einhver kaflóðin sköllóttur gæja bara á strikinu eða? Það er ekki alveg þannig. Já, ok. Og enginn talaði? Og öllum sama. Ef ég væri þú, Sverrir, og ekki ef ég væri, bara ef ég hefði þína rödd og alltaf því að vera elendi, þá myndi ég alltaf reyna að dobla vinið minn, herri, ef ég kikki karaoke. Já, ég er... Ef að kíkja hérna inn á Sam's og taka 2 lögstráka. Ég er bara veitingast að dett í lag og allt. Bara þess að setja svona gæinn í söngleiknum. Bara svona eins og sé óvænt ykkur í ammali. It's his birthday. Ömlugur. Ég er að fara í þetta lög, það er bara þannig. Já, en hvað er kvöld? Eða bara róleit í kvöld? Það er róleit í kvöld, spara því fyrir morgun daginn. Já. Og hvað er þetta hérna, Íslendingafélagið eða? Já, ok. Það er greinilega hellinga ykkur Íslendingafélögum. Þetta var líka Steind og þeir voru hérna í síðustu viku og... Já, Íslendingar rópa sér saman um allt þessu að vera fulli, sko. Já. En hvernig er bottlausa átvægli Sverrir Bergman og Þorrablóti? Ég hef séð þið borðað, það er rosalegt, sko. Fyrst að það ert úr blíi, þannig að hvernig ertu það núti, sko? Þetta er geðveikt, ég fæ bara að geta þessu við, þannig að það tekur nokkra klukkutíma bara. Saugræklingur er mættur. Og það að sjá hann í Ameríku. Þar var hann heima allir. Já, Sverrir Bergman til heima í Ameríku, þá er hann bara hérna Ruben Studdard, það var bara búin að borða allt. Nei, sko, ég sá svona 3 Ruben Studdard sem sátu með okkur á pítsustað sem hugsuð how, why. Það var svona, hvernig getur hann þetta en ekki ég. En herðu, hvað er föstudagslagið í dag, Svessi? Það er óskalag fyrir Jón Gunnar Geirdal, hvernig hann? Loksins ekki óskalag, maður. Það er Man in the Mirror, við ætlum að keira smá Jackson. Man in the Mirror með Michael Jackson. Ég er svona Stokkel, P og Facebook, alltaf sendur mér linka einhverja væmnum lögum til að taka, sko. Taktu þetta, þetta er alltaf gott. Herru, við óskuðum bara góðs gengis, annarkvöld í Köpen og skila kveðju til allra. Já, ég ætla alltaf að vera að hlusta, skemmt ykkur. Takk þú nú án þín fyrir okkur á morgun. Já.
Já, hún þín verður pottið ekki á morgun. Syngur fyrir liði. Ég tekka það, vinnur. Ok, bye. Herði, já, þetta var Sverrir Bergman og það komið að föstudagslæginu Man in the Mirror sem er meint óskalag fyrir Jónsa sem situr hérna beint á móti mér. Já, Sverrir Bergman með klassikina frá Michael Jackson Man in the Mirror. Já, hann held ég með þess að fara að gefa út, plötu á þessu ári, sveið með það. Já. Löngu komið tíma á það. Heldur betur, löngu því komið. Herðu, við ætlum að fá hérna auglýsingar og svo ætla ég að heyra hans í Steinda Junior ásamt því að spila þegar Höddi Magg sýnir með hvernig það á að lýsa því ef að Ísland er síðasta nafni úr hattinum í Eurovision eins og er búið að gerast síðustu 2 ár. Morgun þátturinn Magazín, virkamótna klukkan 7. Ok, hlustaðu vel. Já. Þú nærið ekki, nei. Þú veit þetta, en ég meina, hringir þetta engum bjöllum? Nei. Shit, það höfum maður sko, ég sé hvað er tóndið. Nú er ég búin að gleyma, já. Ertu einhverju næður? Nei. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Veltum því stundum fyrir okkur hvort viðskiptavinnur okkar séu bara almennt hamingjusamari en aðrir. Maður spyr sig. Atlandsolía. Nú geturðu fundið þína næstu stöð og séð nýjustu tilboðin á stöðinni í gegnum nýja Orku-appið. Og svo færðu afslátt á stöðinni með Orkulyklinum. Stöðin. Nýtt frá hraðbenningum 10, 15, 20, 25, 30, 35 eða 40.000 krónur. Hratt og örugglega beint inn á reikningi þinn. Hraðbenningar.is. Veldu þér þína upphæð. Dílar.is í dag. Stærsta safn tónlistar sem völ er á Íslandi með partypassanum frá tónlist.is á aðeins 99 í stað 499. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Tónleikaröð Túborg heldur áfram á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Blues Willis leikur fyrir dansi og Túborg drykkju. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn og sá græni verður auðvitað á svæðinu á Veskisvæðinu verði. A beat. Ollie Murs með My Heart Skips a Beat. Þetta er svona lag sem að einhvern veginn, maður heyrði það fyrst og bara svona, já, ok, og svo verður alltaf einhvern veginn flottara og flottara. Já, það er eitthvað. Þetta er eitthvað svona heila lím. Jón segir eins og margótt hefur komið fram og þá er úrslitakvöldi í Eurovision núna á laugardaginn. Já, annarkvöld. Ertu búin að fylgjast vel með þessu? Já, ég fylgdist aðeins með undankeppninu. Ég píndi mig gegnum það. Já, að píndu, hvað fannst þetta leiðilegt? Mér finnst ekki, þetta er ekki leiðilegt. Nei. Ég er gaman að því að horfa á þetta og börnum mín hafa mjög gaman að því til dæmis, sko. Já. En hérna, ég get ekki sagt að músíkin sé að trilla mig, sko. Nei, þannig að, já, þið finnst ekki gaman að horfa á þetta? Nei. En hvaða lag heldur þú að vinni? Ég held að Magni takk þetta, sko. Já, finnst það besta lagið hann það? Já, svona af þessu lögum sem er þarna, þá finnst mér það besta lagið, sko. Já. Með fullir vinning fyrir, gestinum okkar áðan og það allt saman. Já. Ég er bara einhvern veginn, mér finnst Eurovision frábært. Ég er gaman að Eurovision er lok maí, úrslitakvöld, þetta er gott partí og svona, sko, og einhvern veginn bara allir að horfa á og skemmtilegt. Já. En undan keppnina á ég bara get ekki, sko. Það bráður að á mig, sko. Því maður samt þegar ég var yngri, hvað ég var alltaf spenntur fyrir. Og bara svo krakkar í dag eru. Já, ég meina, dóttir mín er 8 ára og henni finnst það bara æðislegt. Ég á því líka æsku minninga að vera að horfa til dæmis, þú veist, bara á Gleðibankan. Já. Þegar þetta var í undankeppni og svona. En ég ætla að spila fyrir því, ég held að sé muni, flestir eftir því sem að horfa á Eurovision. Í fyrra þá var ung kona sem að var að lýsa þessu og ég veit að hún er að lýsa aftur núna. Og hún svona, já, hún fekk svona nett taugafall bara þegar Ísland var dregið úr hattinu. Alveg tapaði, sko. Já, og svona, mann er leið svona pínu eins og að vera liðið yfir hann eða eitthvað. Já. Og já, þetta vakti mikla athygli. Og ég fór svona að hugsa hvernig það á að lýsa þegar þú ert að taka upp 10. nafni. Allir að deyja og spennu heim á Íslandi. Og ég held að geti enginn gert það betur en Höddi Magg. Og það nú fáir hérna á Íslandi sem jafn mikli... Líka gaman fyrir Hödda, hann hefur síðast fagnað svona bara, veist, detti í þetta hlutverk þitt að fá að fagna þessu sem að lýsa þig. Já. Því hann fagnar hann þá bara síðast svona þegar
Liverpool vann AC Milan eitthvað sko. Hann heldur við Liverpool, hann er enga fagnar sko. Já, hann er það er smá púllar í honum. Það er pínupúllarinn. Þó ég sé, ég grjótarður United maður, þá er ég eins mikill höttamaður og höttahand og hægt að vera. Það er snillingur. Og ég hringdi hann á hann og bað hann svona að sína mér hvernig það á að lýsa þessu þegar Ísland, ef það kemur upp sem 10. landi. Það er allir að deyja og spenni, erum við að detta út eða verðum við á lokakvöldinu. Skulum heyra hvernig Hötti Magg myndi gera þetta. Það er komið að 9. sætinu, 9. þjóðin sem að fer inn í úrslitakeppnina og nú er að sjá hvað gerist, verða ekki við Íslendingar að hlýtur að vera, getur ekki, nei, Austurríki. Það var ömurlegt lag, Guð minn góður. Það ætlar ekki á okkur að ganga, ég bara trúi þess ekki. Austurríki, við höfum einn möguleiki viðbót, við verðum að fara erfiðu leiðina enn og aftur. Hvað kemur núna? Og það er Ísland! Það er Ísland við komið aftur! Enn og aftur að hókja meðbrónum! Ísland er í Eurovision enn eina ferðina! Þriðja árið í röð! Þetta á ekki að vera hægt! En það er allt hægt! Það er allt hægt, ég veist að ég fæ ekki leið að hlusta á Hötta Magg öskra, enda ger ég það nánast alltaf þegar ég hitt hann, enda mikill snillingur. Hvernig myndið þú taka þetta, Jónsi? Þetta? Já, við erum síðast. Ég myndi missa mig sko. Já. Auðvitað, þú veist, ég meina, alveg sama hvað sko ég hef á undankeppni þessu hinn öðru, þá er náttúrulega bara þjóðarstolt og annað og Ísland, þú veist, maður skilur svona pínu það að daman hafi fríkað út af það síðan sko. Já, hún var líka, þú veist, hún lifði sér vel inn í þetta. Já, ég náttúrulega er þarna, þú veist, kafi í þessu og annað, svo allt í nefnum, maður heldur maður að það sé bara búið og svo bara, þú veist, vinir Sjóna og Ísland upp úr hattinum og... Já, ég hugsa að ég tæki hérna, þetta væri svona eins og í hitaklefanum held ég væri með þetta. Já. Var það bara Ísland og... Já, ég sé þið missa því, það getur verið mjög skemmtilegt sko. Það getur verið hressandi. Herðu, Black Eyed Peas, þetta verður ekki heist í, mínum þætti þessa 3 mánuði sem ég starfað. Meet Me Halfway. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's... Meet Me Halfway með Black Eyed Peas. Það styttist í Eddu-hátíðina og það eru alla tilnefni komnar og svo inn á vísi.is að þá er verið að kjósa sjónvarpsmann ársins og ég ætla að setja hérna netta herferði í ganga á FM9 og biðja alla mína hlustundur að kjósa Steinda Junior. Það er það er að mínum mati sjónvarpsmaður ársins, mér snild seríana svo svona, veist, bara feskur og skemmtilegur. Hrikalega skemmtilegur. Þannig að hérna ég ætla að hvetja alla sem er að hlusta til þess að fara inn á vísi.is og merkja við Steinda Junior. Logi Bergman reyndar toppmaður líka. Toppmaður. Verður svona gefa honum hálft atkvæði. Já, skemmtilegur í spurningbómili. Já, nákvæmlega, en ég er að spæja hérna, ég ætla aðeins að stríða Steinda hérna. Ég ætla að ringi hann og láta svona eins og hann að vera að biðja mig að... Já, sem hann er búinn að vera í náttúrulega bara mjög mikið, sko. Já, Steindi er búinn að vera að biðja að segja öllum að kjósa sig. Já, halló? Steindi? Já. Sælunur, blöð? Já, blessaður. Hvað segirðu? Herru, við erum í beinni? Hæ? Við erum í beinni í þættinum? Ok, hvað? Segja eitthvað fyndið. Segja eitthvað fyndið. Hvað, er þið tróskættir eða? Herru, ég er búinn að gera það svo varst að biðja mig Hæ, hvað er það? Ég var að segja öllum að fara inn á vísi.is og kjósa þeir sem sjónvarpsmann ársins eins og varst að væli mér Þegiðu mig, hvað er það að segja? Herru, Steindi, þetta er ekkert feimnismál. Þú baðst mig að segja hlustendum að fara inn á vísi.is og kjósa Kettlin. Ég var að því, þannig að nú fara allir og kjósa þig eins og vildir. Ég vil eftir ruggla hana. Segja hætti hvað í bytni. Góð Steindi. Áfram Steindi. Hvað er með hana? Jónsi hérna, Jón Gunnar Getar. Við segjum öllum að kjósa vin okkar Steinda. Sjálfsögstundi bara, þú veist, það er bara minnstamáli heima að hjálpa þér aðeins og... Þetta er mesta fólki að þú trúir sjóðum. Já, ég meina, ég þekki bara við með Steinda maður. Þú ert alltaf, svo veist, að smala atkvæðum og Bent á búin að hringja mig líka og svona, þú veist, hjálpa stráknum. Herru, ég var alltaf, við erum ekki sem talað þetta. Ég var að heyra þetta sjálfur bara fyrir mjög nýlega. Býtu, en var eitthvað sem þú vildir myndi segja meira en bara fara inn á vísi.is og kjósa þig, eða ekki? Ég veit að Þórun Antoni væri tilbúið með lag fyrir þetta. Þetta var eins og fólk að hlusta á þetta og trúi þessu. Ég ætla að sverja það. Ég ætla að sverja það upp á líf allra sem ég þekki við hlustendur og ég er ekki Ég sá eitthvað skilti fyrir þetta á Mósesbæinn.
En það er náttúrulega allur Mosó að fara að kjósa þig. Allur pottitt mál. Það verið að fara illa með... Illa með, hvernig getur þú sagt það? Þegar ég er með útastáttur að hvetja alla til að fara á vísi.is og kjósa þig, þá er ekki verið að breyta. Fólk verður bara að gera hug sitt sjálf, það má ekki vera að synda. Volið Þú bara hörðu, Sameinuðu þjóðirnar hringdu steindi, hvað er í lagi? Þetta smölur liðin í þetta maður. Hvað er þetta? Við erum ekkert í beinni, þú ert að fokka. Þetta er ekki sami maður og ég talaði við í hátæðinum maður. Getur þú ekki kvart að það inn í þættinum og... Það er ekki að plugga eins. Fólk er að trúa þessu. Fólk er að hlusta á þetta. Jæja, en allavega við óskum þér allsins besta og við höldum með það steindi. Þið eru alltaf bestu fávitar sem þekki í fyrsta lagi og þið eru alkoholistar og... Vonandi kýs fólk þig. En hvað ætlar, sko, því miður er þetta ekki keppnin blautasti sjónvarpsmaður landsins. Hvað ætlar hann að gera þessa helgina, Steindi June? Ætlar verið ekki að spila einhvern rándýra póker með spilafíkli auðvitað, böða vinni sinum einhvern staðar. Slakur. Spilasjúkir alkoholistar, bara hvar byrja röðin? Já, og Jónsson verður eitthvað, ég veit ekki hvað hann verður að gera þetta niður á sko. Dansand og austur. Dansand einhvern stað, en málið strákar, þið með ekki spila þetta eftir. Nei, ekki séns. Ekki spila þetta eftir? Við erum í beinni. Hvað ert að drekka? Þú byrjar að drekka? Það er bein útvinni, klukkan að vera 5:30. Þetta eru ruglaðið með. Hvað er því? Ég heyri betur hér eftir. Já, þú eru útskurða fyrir ykkur. Bless, ég tek það, bye. Þetta er útskýrða, bara kjósan. Herðu, en að öllu kannist leftu, þá hvet ég alla til þess að fara inn á vísi.is og kjósa Steinda og ég venn nú að gefa honum það stráknum að, já, hann var ekki að beða mig það, enda var ég að stríða honum aðeins. Herðu, svo hvet ég líka fólk til að fara inn á miði.is og verða sér út miða á Tiesto, hann á leiðin til landsins og, já, fyrir ykkur sem kaupið ykkur miða á þessa geðviki, þá heyrið til dæmis þetta hérna lag. Þetta er Tiesto og Busta Rhymes. Gamla þegar ég vóti á höllina. Keirið í gang. Miði.is, Tiesto. Tiesto og Busta Rhymes og já, eins og áður hefur komið fram hérna F957 þá er DJ Tiesto einmitt á leiðinni til landsins og hvet ég alla til þess að kíkja inn á miði.is og verða sér út miða á það. Þú ætlar að fara í höllina, Jónsi? Já, við erum dansararöðin, þetta veistum. Ég reyndar ekki mikill dansari. Ég get dansað Jackson og það er eiginlega that's it. Ok. Ég er... Þú veist, maður sveifla sér eitthvað og ég hata að þurfa að vera gauri sem segir að Jónsi, þá kannst þú ekki dansa heldur. Ég er ekki Jón Pétur og Kara, sko, ég er alveg rólegur. Ég er bara, þú veist, aftur áherslu, það er myrkur og ég held ég geti dansað, þá bara dansa ég. Ég er svo sjálfhverfur að ég bara held það þá bara. Maður sveifla sér annað bara eitthvað? Já, við erum annað. Já, en ég var að spá, ég hefði nú flesti gestin minni þurft að taka hraðaspurningar, en ég bjó ekki til sér hraðaspurningar handa þér. Þannig ég ætla að fara svona inn í þetta, ég ætla að spyrja þig. Bara svona förum hratt yfir þetta. Hvað er að þínum að þetta besta bíómynd allar tíma? Shawshank Redemption. Uppáhaldshljómsveit? Sigur Rós. Uppáhaldslið í ensku? United. Hvað kveikir í þér? Falleg kona. Hefurðu lamið eitthvað? Já. Ákvæða hónd. Hvað varstu gamall að sveindómur fögg? Alltaf 100 ára síðan, 15 ára held ég. 15, já, hvað hérna, það er eins og að sé, það er allt annað að spyrja stráka þessum stelpu. Ég hafði ekki í mér að spyrja hann aðum, hvernig meitdóminu fögg, þetta var bara það er pínu vont, þú spyrði ekki eitthvað fiðluleikar í Sinfo, tvölu Eurovision, er hérna eitthvað, kemur hérna inn. Já, bara hvað erstu gömust þegar þú mistið meira, þetta er bara svona í tjaldi. Perralegt eitthvað. Já, þetta er ekki gott, sko. En það er eitthvað öðru sem er sveindóminn. Uppáhaldsleikari? Uppáhaldsleikari minn er, vá. Það eru margir maður. Paul Giamatti? Já, ég held að minn sé Denzel Washington. Hann svona... Já. Hann er svo einhvern veginn... Hann er eitthvað frábær. Morgan Freeman, Brad Pitt... Nei, Clooney er upp á sig, fyrir ekki. Clooney er, já. Það hefur verið Morgan Freeman, hann myndi alltaf bara tala á sjálf um mig. Eins og vil ferðis. Ég væri bara í því. Sitt út í hotnu og segja mér sögu. Finnast þið maður í heimi? Pétur Jóhann Sigurðsson. Já, það er ekki vont svar. Hvað drekkur á djamminu? Vá, allt og mikið. Svörtum fötum eða mótið sól? Svörtum. Ef þú erið þér að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Kind. Hefur þið farið í ljós? Já, það eru 100 ára síðan. Er allir hættir að fyrir ljós núna?
Nei, það örugglega því miður ekki. En, ég náttúrulega bara, fer ekki ljó, sko. Nei, rólegur. Fertugur, appelsínugulur, ég ekki því. Myndirðu leiki klámynd fyrir, maður segir að lækka þetta en fyrir 20 milljónir? Nei. 50? Nei. 100? Já, hérna. Ertu með mörg pók á Facebook? Nei, hörðu, ég með engin pók á Facebook. Engin pók á kallin? Hvað kjaftaði það, maður? Já, ég veit ekki, þetta vond. Stelpur, Jón Gunnar Geirdal, þið getið pókað þó að þið séu vinnur ykkar. Mikið reyndið á djaminu? Nei. Blessunlega bara lítið. Hvað tekur í bekk? Hvað tekið? 80 kíló eitthvað? Já, uppáhalds Steven Seagal myndin? Þarna get ég komið, Under Siege. Já, vel gert. Uppáhalds Seagal myndi mín eiginlega annarkvort Out for Justice eða Nico. Báðar rosalega. Nico var þetta grjót. Já. Fallegasta kona fyrir utan maka? Dóttir mín. Hefurðu farið í sleik við eldri konu? Já. Ok, það látið þetta næja. Þetta var Jón Gunnar Geirdal ekki endilega. Ekki dreymdi mig og ég fyrir sleik við gamla konur. Já, við ætlum að fara hérna í stuttar auglýsingar og komum svo grjótarið tilbaka. FM 957 og Hátækni ætla að gefa þér möguleika á að eignast nýjan byltingarkenndan Android síma frá Motorola. Razer er aðeins 7,1 mm þunnur og er því þynnsti síminn á markanum í dag og jafnframt svo sterkasti því síminn er úr kevlarefni sem er sama efni og er notað í skotheld vesti. Svo er síminn vassvarinn með nanotækni. Ef þú vilt eignast þennan frábæra síma sem kostar 99.995 krónur skaltu fara sem snöggvast inn á fm957.is og skráðu til leiks. Föstudaginn 17. febrúar þarftu svo að vera með gamla símanu höndina því þá hringjum við í heppin vinningshafa. FM 957 og Hátækni, grjóthörð og vassend. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Brynjar Már kynnir 20 vinsælustu lögin á landinu í dag. Þú getur tekið þátt í kosningu listans með því að skrá þig í FM Plus inn á fm957.is. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Happy Days á B5. Frábær happy hour verð á B5 milli 16 og 22 alla daga vikunar. Happy Days á B5. Hér er í lófa lagið að finna lægsta eldsneytisverðið með nýja Orku-appinu. Orku-appið. App í hendi. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Rauður risaslagur í ensku úrvalsdeildinni. Liverpool sló United út úr bikarnum á Anfield. Núna er komið að uppgjöri á Old Trafford. Manchester United Liverpool á morgun klukkan 12:15. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Sport 2. Enski boltinn. Jægamester og Bar 11 kynna, laugardagskvöld. Valdimar klukkan 11 og síðan taka við hinnir einu sönnu sínir hennar Önnu, Pink og Floyd og spila framöndi morgun. Jægamester og Bar 11, stansað, dansað og öskrað. Allra síðustu dagar útsölunar. Gallabuxur frá 1990 til 4.990 og úlpur á 4.9. Herra Hafnarfjörður. Forra hlaðborðið svignar undan milljónum. Nú stefnir potturinn í 28 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Hop & Shop verslun E-Label og Evalín, Ármúla 21. Athugið aðeins frá föstudegi til sunnudags. Alltaf 70% afsláttur. E-Label og Evalín. FM 95 Blö er í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköldlóttan. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Coldplay lagi í þessum þætti, enda, já, ekkert að því. Einn text bara ekki búið til vondlag. Nei, ríkalega góð hljómsveit. Herru, Jón Gunnar, nú er þú alltaf verið talið mjög rómatísku maður. Já. Það ekki? Alveg ofboðslega. Já, svona ástmikill maður. Ástmikill maður, takk fyrir það umlundar. Já. Herru, ég var... Sem er samt ekkert reynt við, en alltaf fram. Nei, hérna er sem ég var að lesa í fréttafítinu, sem er mjög skemmtilegt, að Pizza Hut núna í Bandaríkjunum, það er minna en vika í Valentínsdaginn, í næstu viku. Já. Og Pizza Hut er núna að bjóða upp á Pizza Hut bónorðið. Innifalið því, það kostar sem sagt $10.000 sem að er hvað?
hvað er þetta ekki, 1,2 eða eitthvað? Jó, það er 1,5 milljón. Já, 1,5 miljón og innifalið í því er limma, flugeldar fyrir utan staðinn og hringurinn. Og að sjálfsögðu er svo, snætt á Pizza Hut. Að sjálfsögðu. Og ég veit ekki, sko... Hlaða bara í eina þunnbotna og búin að setja sér á skeljarnar. Það myndi enginn kona segja já við mig ef ég myndi bara fara á skeljarnar á Pizza Hut. Nei, ekki, það væri kannski ef maður væri með einni í yfirviktinu og maður væri búin að panta ostafyllta brauðstangi. Það væri kannski hægt að skoða þetta. Já, en þú veist, hver er að fara að biðja konu sinna á Pizza Hut og hvað flugelda fyrir utan? Hvað er að frétta? Spáðu líka, svona sitja bara á staðnum og verða vitni þessu. Þú ert svona, herðu, nei, er hann að fara? Nei, herðu. Þú ert bara tróðið í pepperónisneið og það er verið að... Og líka í hverju er, veist, hún er ekki að fara fínt út að borða á konan. Nei. Þeir eru bara að setja stæðni í einhvern bás á Pizza Hut. Hún tróð sér bara í einhvern galla, sko. Bara einhverja gallabuxur og ból og eitthvað. Svo allt í hennu bara flugeldar og limma og þetta er svo mikið, þetta er bara Auðun Blöndal bara komin á skeljarnar, bara hvað er að gerast, maður? Þetta er ekki að gerast. Nei, þetta er líka eitthvað sem hún vilt bara ekki segja frá. Hvað er baðstinnar? Við vorum á Pizza Hut Sprengisandi. Já, ok. Já, það var Valentínsdagurinn og það smeltum í einhverja flugelda yfir Laugardalnum og Hömmerlimman sót okkur og Hömmerlimman. Þetta lítur að vera allavega ágætist hringur fyrst þetta kostar 1,5 miljón. Mér er sama þótt að væri sko hringurinn úr Lord of the Rings, actual hringurinn. Það er engin kona fyrir að segja já á Pizza Hut Blöndal. Nei, ég veit það. En það er hérna... Allan ekki kona sem ég ætla að fara að giftast. Nei, það er... Hvernig, samt Íslendingar er ekkert, nú ert þú svona, aðeins eldri en ég og hefur átt börn. Fínt í þetta. Já. Ég hef ábörn, ég hef ekki átt. Já, sorry. Hérna þú átt börn, ég ætla að segja og hefur átt konu, hefur verið giftur, var það sem ég ætlaði nú að leita, þetta er byrstafsökunar. Hérna, hvar eru Íslendingar jafn mikið þessu kaninn að finna svona rómantíska stað til þess að biðja konu sinna þetta? Nei, kaninn er náttúrulega alveg steiktur, sko. Já, þannig að þetta er ekki jafn mikið svona eitthvað tradition á Íslandi. Þetta gerir eitthvað rómantískt og skemmtilegt og ég baði mínar fyrrand og yndislum og góðan stað og það var æðislegt moment, veist. Ég var ekki á Pizza Hut og það var engin Hömmerli með fyrir utan og ég var ekki með íla á mér, sko. En það var afskaplega yndislegt og allt það, sko. En kaninn er náttúrulega svo rosalega yfirgengilega væminn og kjálfur. Já, hann heldur að séu margir Íslendingar sem er að setja þetta svona í glasið eða í kökun eða eitthvað. Vá, ég vona ekki, maður, hvað, sita bara á lækjabrekku og kemur bara einhver krembrúlei með einhverjum hring. Drekti mikið. Þetta er svona, herðu, hérna, ég var að setja þetta í kampansglasi. Nei, hún drekkur ekki, hérna, setja þetta í latte hennar, hérna, þegar við erum búin að borða. Passaði bara, veist, að hún haldi ekki þetta sem móli. Þetta er svo mikil athygli í sig líka, bara búðu til eitthvað moment, sem er bara momentið ykkar. Hvað, ætlar bara að vera í perlunni og hvað, allir standa upp og klappa, bara, ég ætla að æla og sjálfa mig. Ég sá náttúrulega eitt versta bónorð bara æðið minna, ég samt, þú veist, mér er samt svo leiðilegt að segja versta bónorð æðið minna, því að, veist, þetta var náttúrulega fallegt moment fyrir þau og þetta er svona eru misjafnir karakterannir, en ég fór hérna á Kevin Smith þegar hann hélt fyrirlesturinn í Hörpunni og þá var ungu drengur sem stökk upp á svið og bað kærustunni sinna fyrir framan allan salin. Jú, ég sá þetta ekstra. Já, og það var svona, þetta var svona skrítið, það var svona, þá akkurat... Ég var ílt, segðu það bara. Já, svona, það var... Ég fekk einhver svona niður mænuna bara. Ég fekk einhver svona skrítin hroll. En þetta svona sýndi mér hvað við Íslendingar eru samt ólíki kananum í þessu. Því að þetta verið í Bandaríkjunum, það var bara allir fagna og tárast og... En ekki það, ég er ekkert að taka úr þessu á stráknir. Ég minna að það var kjarki í þetta. Ég bara fekk í kjánarhroll. Allstað, sko. Það var bara svona pínu skrítið einhvern veginn. Því að, veist, Kevin Smith bað hann svo að segja þetta á ensku og hann byrjaði að biðja hennar á ensku og eitthvað og... Actually, skemmtilega var daman hefði farið í þetta, sko. Hún hefði farið upp á svið, það getur skemmtilega. Hitt er bara svona pínu, greið. En svo sagði hann líka eitthvað, I know you don't like being watched, I'm sorry about this og eitthvað svona, maður bara svona, Já, hún fílar ekki athygli, þú ert upp á svið í Hörpunni. Frábært, vinnur, það er mikið með lífið. Eina sem við getum gefið þeim dreng er að hann allavega bað hennar í Hörpunni en ekki á Pizza Hut. Pitbull, hey baby, hvernig fílar Pitbull, Jónsi? Ég er gaman á hann, sko. Já, ertu það fan? Já, ég get alveg fílað blöðrupoppi alveg í bótt, sko. Ég held að okkur er ekki reynt að fá hann líka til landsins. Ef það er Tiesto. Það eru öruglega verið að vinna í því, sko. Tiesto og hvað er ekki, tala um Guetta og tala um hinn og þessar, sko. Já, ef þú mætti fá hvern sem er til Íslands, hvað myndir þú vilja? Ég væri til að sjá Coldplay aftur. Já, það er náttúrulega búin að koma til þess. Ég væri til að fá Justin hérna, Justin Timberlake. Ég væri til að sjá Justin, ég er sammála því, sko. Ég er mikill aðdáandi, sko. Rihanna væri líka heldur. Rihanna væri skemmtilegt. Hanna, ég er búin að sjá U2. Þetta væri gaman að sjá U2 á Íslandi, sko. Já, það var enda rosalegt. Ég fór einmitt að þá hérna í Oktoberfest í fyrra, í München. Já, það hefur verið hrikalega nett. Já, ég sá það í Boston, það var alveg geggjað. Já, ég er endar döðs eftir að ekki farið á Metallica þegar þeir voru inn á Íslandi. Já, ég fór á Metallica, maður lifandi, það var trillt, sko. Foo Fighters á Íslandi voru líka geðveikir
mikið tónleikar. Foo Fighters. Þú verður til að fá Pearl Jam. Já, Pearl Jam. Ég sá hérna heimildamyndina sem var hérna One Night Only í bíó hérna í haust. Geggju, sko. Já, ríkala góð. En hérna, Jónsi, hvernig smokka notar þú? Þetta spyrja mig alveg hérna. Það að koma út núna, ég ekki að ljúga það að koma Louis Vuitton smokkar. Já. Þannig að hérna fyrir, ríka fólki og það búið að hanna og það LVAF logoið og pappirinn vist svona eins og á töskunum og þetta ég veit það. Í alveg, alltaf maður bara maður á of mikinn peninga, maður fann að kaupa sér Louis Vuitton smokka. Já, hvað kynlífið skemmtilega með Louis Vuitton á það? Ég veit ekki, og þetta líka, það svolítið aðsnarlegt, þarna þarf þetta að fara að monta þig áður og tekur pappirinn af. Já, sína pínu og feikja öll ljós og... Bara svona, jæja, best að setja hann á, sína svona brefið. Lókur í fullir reisni í Louis Vuitton smokk. Ég bara geti þetta ekki, sko. Nei, þetta bara einhver hugsun sem að ég hef engan áhuga að setja í kerfið, sko. Það lítur að fara einhver fljótilega að fara að posta mynd, einhver. Já, þetta reyndar, en maður myndir reyndar örugglega alveg kaupa einn svona, þetta getur nú ekki verið of dýrt. Það er alveg gaman að eiga eitt svona í hillunni, eitthvað spari. Louis Vuitton. Já, spari fyrir hvað? Nei, bara, veist, að þetta Louis Vuitton. Ef Adriana Lima, þetta í Garabæna? Ég er ekki að fara að kaupa með Louis Vuitton tösku. Það er gaman að eiga eitthvað. Ég væri til að sjá Auðun Blöndal með Louis Vuitton tösku í stíl við Louis Vuitton smokkana sína. Bara svona að dreifa þeim töskuna. En herðu, það hins vegar komið núna að hljómsveit sem að eru algjörir snillingar. Þeir koma frá Skagafirði, eins og kallinn, og þeir eru að spila á Gullöldinni í kvöld. Það er með Davíð Rúnars félagi minn sem er með allt á hreinu þar. Hvetja alla til þess að kíkja á Gullöldinni í Grái því að Úlfur eru að fara að spila og þeir eiga að mínu mati eitt flottasta íslenska lagi í dag. Ég er hjartanlega saman því. Þetta er frábært lag. Það er þetta hérna lag. Við dittum okkur þetta. Já. Gullöldin í kvöld. Ég með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo reitt og dagarnir líða hjá, svo bjartur að sást og ég missa allan Já, FM 95 blöð með ykkur hérna á FM 957. Það eru föstudagur, ég vona að þessu allir konir í góðan feeling. Jónsi, þú ætlar að vera rólegur þessa helgina? Já, afskaplega rólegur. Já, það er bara krakkarnir og kósi. Krakkarnir og kósi og leikhús og bíó og eitthvað. Já, ég hugsa að maður takir nú bara American Idol á stöð 2 í kvöld og... Já, maður tekur það. Og svo er ekki eitthvað gott í bíó. Jú, ég ætla að fara að sjá Hugo helgina. Já. Hérna Martin Scorsese í 11 tilnefningar, 3 vítvist frábæra og svona, sko. Já, það er maður að tekka því, sko. Svo Shame að byrja, ég trú henni, Michael Fassbender. Já, það er hérna eitthvað sem þú kannast við, eða ekki? Hann leikur kynlífsvíkil. Hann leikur kynlífsvíkil í New York, sem er alltaf út að hlaupa. Þannig að takk fyrir þetta. Ég veit alltaf að þú elskar að fara út að hlaupa. Já. Þó sem ég veit ekki neitt. En ekki kynlíf, þannig að takk. Nei, hérna, allavega við Jónsi bara förum að þakka fyrir okkur, klukkan fyrir að slá í 6. Búið hrikalega gaman hérna og mikið stuð. Greta Salome mætti hérna til okkar í heimsókn og ósku henni allsins besta á morgun. En hún vil ekki leggja í klámynd með mér fyrir 500 milljónir. Spáði það, maður. Þó ég sé næst myndalisti maður eftir makanum mér. Já, þó það. Fyrir $500 milljarð. Viltu hún ekki fara að gera bláa mynd með þér? Já. Veistu það var þetta doppla. Konur hafa nú álpast upp á mig fyrir minnarskum. Svei með þá maður. $500 milljarð, þetta hljómar ekki vel, sko. Ég myndi gera klámynd með Hötta Magg fyrir $500 milljarð. Það er bara þannig. Já, ég veit þetta ekki með Hötta Magg. Það er bara blöð og hötti. Blöð að hlaða í Hötta Magg. Blöð og hötti Magg. Það er ekkert Suárez Evra, það er blöð Magg. 2 svalir í París, myndi ég skilja En hérna, já, ég vona bara þér hlustendur góðir eigi góða helgi. Gangi hægt gleðinættir og við heyrumst aftur á mánudaginn. Þá er hann mættur þetta með mér, hann Björn Bragi. Og við Jóns ætlum hins að vera að enda þetta á rándýru lagi. Fyrsta sinn sem ég spilaði þetta í þessum þætti, þetta eru Jay-Z og Kanye West með Niggas in Paris. Þetta er rándýrt. Takk fyrir mig. Takk aðeinslega fyrir komin, Jónsson. Góða helgi.
Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur. Með Orku-appinu getur þú gengið frá greiðslu fyrir eldsneytið inn í bílnum áður þú ferð út í kuldan að dæla. Orku-appið. App í hendi. Bragðsterkur heilsubátur á Subway. Buffalo kjúklingalundir. Subway. Alltaf fest. B5. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Allra síðustu dagar útsölunar. Gallabuxur frá 1990 til 4.990 og úlpur á 4.9. Herra Hafnarfjörður. Nú eru sófadagar í húsgagnahöllinni. Allir sófar með 20% afslætti. 9. til 18. febrúar. Verið velkomin í húsgagnahöllina. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. Tónleikaröð Túborg heldur áfram á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Blues Willis leikur fyrir dansi og Túborg drykkju. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn og sá græni verður auðvitað á svæðinu á Veskisvæðinu verði. Túborg og Bar 11, stansað, dansað og öskrað. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það. Ed Sheeran, Lego House, klukkan orðin 6 og nákvæmlega mínútu betur. Þökkum Autablö. Jón Gunnar Geirdal fyrir þennan skemmtilega föstudagsþátt í FM 95 Blö. Hann fer inn á vísir.is eins og svo alltaf hér eftir smástund. Annars er það betri blandan sem verður hér til klukkan 9. Gæða þjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Hundurinn getur ekki talað, en ef hann gæti það, þá myndi hann velja Pet Head gæludýraverur. Kíktu á pethead.is. Nýtt í bíó, Safe House. Frost, the most dangerous man alive. Mögnuð spennumynd með Denzel Washington og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. You're not gonna get in my head. I am already in your head. Safe House. I've been waiting a long time for this. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Viltu sjá leikina helgina? Nú færðu viku áskrift á